að hluta til þá höfum við þessar blokkir sem eru öll síns tíma, þessar blokkir sem eru 3 og 4 hæða, þær eru þannig tilkomnar að þær voru náttúrulega byggðar eftir byggingarreglugerð síns tíma sem að sagði að það mætti byggja hæst 4 hæðir án þess að setja lyftu. Og þá byggðu menn náttúrulega gjarnan 4 hæðir og spöruðu sér lyftuna. Nú sem sagt hefur það fæst í vöxt að aðgengiskröfur eru hertar og fólk gerir aðrar kröfur í dag en þá og þá hafa komið þær hugmyndir upp sem eru sóttar bara til nágrannalandara að setja sem sagt lyftur við þessar blokkir til þess að bæta aðgengi og þá leið að gera íbúðirnar verðmeiri sem eru á efri hæðunum allavega. Og þetta sem sagt náttúrulega bara tillaga sem náttúrulega kemur til kasta hvers húsfélags fyrir sig að taka ákvörðun En til þess að fjármagna lyftuna, til þess að létta fólki fjármögnunina, þá hefur komið upp svo hugmynd að heimila það sem það á við og er mögulegt að heimila aukinn byggingarétt ofan á húsin og með því að selja þann byggingarétt þá ætti að fást upp í kostnað við svo bætt aðgengi og þetta er svona grundvallar hugsun í þessu og ég held að þessi ungi maður niður við kirkjuna hafi eitthvað misskilið þetta því að þarna græða allir held ég þegar upp er staðið. Þetta er svona grunnhugmyndin í þessu og ég held að það sé ekki nokkuð leið að misskilja þetta sem einhvers konar íblöndun borgarinnar í málefni íbúanna. Þetta er bara heimild til íbúanna að fara þessa leið. Það er verið að tala um léttbyggða hæð úr léttu efni sem væri fljótlegt að reisa en við erum hann með inn á vefnum okkar hverfiskipula.is. Þetta er leiðbeiningar og það er ein leiðbeining sem heitir fjölbýlishús án lyftu og ég get aldrei hægt að tala um þetta. Það eru 12.000 íbúðir í Reykjavík sem eru byggðar eftir þessu 4 hæða lyftulausa módeli og það er hægt að skaffa ansi margar íbúðir án þess að raska fótspori með því að aðeins að hækka húsfélögin þegar þau þurfa að næst að gera við þakið, þá lyfta þau aðeins og fá þarna. Þetta getur verið penthouse íbúðir, þetta getur verið minni íbúðir. Þannig þetta er bara möguleiki, ekkert annað. Það er við ætlum ekki að fara að byggja neitt. Þetta er bara, en ef menn vilja þetta ekki, þá þurfa þeir ekki að nýta þetta. Það er bara þannig. Fólk fær ekki staði fyrir bíluna sína. Í dag eru fjölskyldur eða hjón með yfirleitt 2 bíla, 1, 2. Og svo koma börnin. Bara strika þetta út. Við erum búin að ræða mikið bílastæðamál í þessar vikurnar sem við erum búin að vera þannig að við vitum allt bílastæðamál í Breiðholtinu og erum búin að skrá mikið niður það, þannig að það verður tekið til skoðunar.